Hæ, ég heiti Anít Ósk Georgsdóttir og er 33 ára gömul. Ég er fædd og uppalin í Keflavík. Ég er gift og er 2 barna móðir. Ég er lærður hárgreiðslumeistari en er núna að læra lyfjatæknin og vinn hjá Lyfjaþjónustu Landspítalans. Ég greindist með geðhvarfsýki 1 fyrir 3 árum eftir að hafa farið í full-blown maníu út á Ítalíu. En saga mín hófst ekki þar. Ég var aðeins 14 ára gömul þegar andleg veikindi fór að banka upp á. Kvíði og þunglyndi gerir líf mitt leitt og átti ég ótal andvöku nætur og morgna sem einkenndust af miklum vanlíðan og grátri. Sem betur fer fekk ég góða hjálp sem gerði líf mitt bærilegra en aldrei fór kvíðin og þunglyndið alveg. Ég var aðeins 19 ára gömul þegar ég var sett á lyf við kvíði og þunglyndi. Þau hjálpuðu mér alveg helling. Ég var alltaf voða mikið upp og niður og átti ég erfitt með að átta mig á því af hverju ég væri hreinlega svona. Það var svo ekki fyrr en ég var 25 ára sem ég komst að því að ég var ólétt og fekk hálfgert taugafall. Þá fór ég fyrst sinn á geðdeild. Þegar ég var komin 20 vikur á leið þá fór að birta til og tilhlökkunin loksins kom. Á þessum tímapunkti fekk ég enga auka hjálp þrátt fyrir að hafa verið ólétt inn á geðdeild. Mér var ekki að boða að hitta félagsráðgjafa eða eitthvað sem sérhæfir sig í andlegu veikindum foreldra. Ég þurfti svolítið sjálf að feta mig áfram. Ég bældi þessar flóknu tilfinningar og fór á fullu og undirbúa fyrir komandi kríli því ég var staðráðin í því að vera upp á mitt besta þegar barnið kæmi. Og ég komst á þann stað því þegar litla ljósara stelpa mín kom með hraði í heiminn þá var það fyrsta sem ég hugsaði, ég mun aldrei láta neitt koma fyrir þig. Akkurat á þessum tímapunkti stóð ég fast á því að ég ætlaði mig aldrei aftur á dimman stað. En ég hafði svo sannarlega rangt fyrir mér. Því við vitum öll að það kemur á skuldardögum ef við vinnum ekki úr þessum flóknu tilfinningum. Árin liðu og mér leið þokkalega. Þar til árið 2022 hrundi gjörsamlega heimurinn minn. Móðir með 2 ára gamalt barn sem átti framtíðina fyrir sér. Það var ótrúlega erfitt að skilja barnið sitt eftir og leggjast inn á geðdeild í annað sinn. Staður sem ég ætlaði mér aldrei aftur á. Ég átti virkilega erfitt með að vera komin á þann stað og átti enn erfiðara að reyna að útskýra fyrir 2 ára gömlu barni hvar mamma væri. Þarna fekk ég heldur ekki neina auka hjálp með það hvernig ég átti að segja barninu mínu frá mínum veikindum. Ég veit hún var ung en ég hafði þörf á því að tala þetta, þótt það væri ekki nema að mömmu líði ekki vel en henni munu batna. Að hringja í hana á FaceTime, sitjandi í sjúkrahúsarúmi á geðdeild braut í hjartað, miklu meira en nokkur gerði sér grein fyrir. En eins og oft áður komst ég á betri stað en innstinni voru sár sem gréru ekki. Ég var enn upp og niður en aldrei komin önnur greining til greina. Fyrir en ég endaði í full-blown maníu berfætt í gullituðum kjól út á Ítalíu. Þar ráfaði ég götur Bergamo alein, 4000 kílómetrum frá fólkinu mínu. Þar endaði ég á spítala og fekk greiningu sem útskýrir svo margt. Ferðin endaði þannig að pabbi minn kom út og fór með mig heim. Þegar ég kom heim fór ég til geðlæknis og þar fekk ég greininguna geðhvarfsýki 1. Eftir það meikaði loksins allt sens. Að komast á rétt lyf og finna loksins jafnvægi sem ég var endalaust að leitast eftir. Þessu fylgdi samt flóknar og erfiðar tilfinningar. Ég var fyrir miklu tráma sem átti eftir að lita næstu mánuði. Eftir greiningu komst ég inn í teymi sem var aðalega að einblína á mig. En enginn gerði sér grein fyrir að ég var með 2 börn heima. Jú, þar voru litlar en finna samt sem áður á sér að það ekki allt í lagi. Ég hefði þurft að fá meiri upplýsingar hvernig ég ætti að segja börnunum mínum frá veikindum mínum. Þótt það væri ekki nema seinna mér þegar þær yrðu eldri. Ég vildi nefnilega vera sú sem segði þeim frá en ekki einhver manneskja út í bæ. Ég átti mjög erfitt með að finna upplýsingar hvernig maður talar við börn andleg veikindi og var lengi vel í felum með veikindi mín því ég vissi hreinlega ekki hvernig ég átti að segja þeim frá þeim. Það sem var hins vegar gott var að það var stutt vel við baki á mér þannig ég komst í gegnum mínu dýpstu dali og gat þar leiðandi sinnt börnunum mínum vel.
En það sem mátti gera að sjá hvað á bak við hvert foreldri, hvernig fjölskyldumynstrið og hvernig hægt að styðja við það. Ekki bara einblína á mig, því börnin eru partur af mér og það þarf að hlúa að þeim jafn vel og mér. Á tímabili gera veikindin mér ekki kleift að sinna foreldrahlutverkinu eins vel og ég vildi. Ég gat ekki almennilega verið til staðar en ég reyndi eins og ég gat því ég vildi ekki þær myndi sjá eða finna hvað móðir þeirra átti erfitt. Ég gat ekki verið 100% til staðar eins og ég vildi og það brauti mig hjarta. Það gerði bataferli enn erfiðara því það fylgdi alls konar flóknar tilfinningar sem ég átti erfitt með að vinna úr. Einnig gekk skömmin næstum frá mér. Ég skammaðist mín fyrir að vera veik, ég skammaðist mín fyrir að geta ekki sinnt börnunum eins og ég vildi. En þrátt fyrir að vera veik, þá fannst mér þau að vera 110% móðir. Því ef ekki, þá taldi ég að manneskju út í bæ myndi fara að kenna geðhvarfsýkinu um. Ef ég gerði þetta ekki rétt, þá var það út af veikindunum mínum. Þessi hugsunarháttur lita af foreldrahlutverki mitt alls svakalega. Ég þurfti að hafa allt 110%. Þær urðu að vera í flottum fötum, vel greiddar, mættar á réttum tíma, vera með nesti, vera með íþróttaföt og sundföt og byttu fyrir þér ef þessi hlutir gleymdust. Þá fór allt á hliðina, ekki hjá þeim, en hjá mér. Mér fannst ég þurfa að vera stanslaust að sanna mig og sýna fólki að ég er vel hæfur foreldri sem var í rauninu bara eitthvað sem ég bjó sjálf til. Eitthvað sem ég taldi vera rétt. Þessi fullkomna áreita var nánast að ganga frá mér. Að þurfa að vera stanslaust að sanna mig gerði líf mitt leitt. Ég hreinlega leyfði mér ekki vera mennsk, því það mátti enginn sjá eða finna fyrir því að ég var með geðhvarfsýki. Ef þið bara vissu hversu mikið frelsi það var að sleppa loksins tökunum eftir öll þessi ár. Eftir öll þessi ár. Og leyfa lífinu hreinlega bara að flæða. Ekki stjórnast í öllu. Auðvitað voru börnin mín alltaf fæddar og klæddar, en að gleyma að lesa heima eða mæta með sundföt ekki 100 í hættunni. Ég má vera mennsk og það er nánast stærsta gjöfin sem ég gaf sjálfur mér. Því ég veit, sama hvað einhver segir, þá veit ég að ég er góð móðir þrátt fyrir að vera með geðhvarfsýki. Mín veikindi segir ekkert til það hvernig móðir ég er. Horfandi yfir mína sögu, þá er svo margt sem mátti betur fara þegar kom á foreldrahlutverkinu. Ég hefði viljað fá meiri upplýsingar hvernig ég gæti talað við börnin mín veikindi mín. Ég hef með minni bestu getu reynt að útskýra það með því að segja þeim að mömmu líði stundum illa í sálinni og ef hún tekur ekki lyfið sín þá getur henni liðið mjög illa. Leið og ég fór að tala þetta við börnin mín þá leið mér strax betur. En ég vissi ekki hvort ég var að gera það rétt, ef það er einhver rétt leið þar að segja. Mér finnst að það ætti að taka börnin meira inn í myndina þegar foreldra veikist. Það er jafn mikilvægt að hlúa þeim eins og að hlúa okkur foreldrunum. Það er svo mikilvægt að horfa á heildarmyndina. Hún segir svo ótrúlega margt. Þannig ég bið ykkur að horfa á heildarmyndina. Börnin okkar eru og verða alltaf partur af okkur foreldrum. Þess vegna er svo mikilvægt að það sé til okkar heimur. Staður þar sem börn og foreldrar koma saman. Þar sem er lögð áhersla á báða hópa. Þetta starf hefði verið akkurat það sem ég hefði þurft. Svo ég ætla að enda þetta erindi á því að biðja ykkur að klappa vel fyrir okkar heim. Takk fyrir mig.